Viðskiptabankarnir 3 hafa hagnast 10 milljarða á fyrsta ársfjórðungi. Hvar kreppan, spyr Ísland í dag. Sölvi fengið 2 menn til að svara því. Ingólfur Bender hjá Greiningadeild Glitnis og Ásgeir Jónsson hjá Kaupþingi, velkomnir. Ásgeir, ég spyr þig kannski fyrst, almenningur skilur þetta kannski ekki alveg. Það er búið að vera að tala orðið á götunni nánast að bankarnir séu að vera gjaldþrota og síðan kemur þetta í ljós að það er bara blúsandi hagnaður fyrstu 3 mánuði ársins eins og ekkert að ískorist. Já, það er náttúrulega nokkar ástæður fyrir þessu. Fyrst held ég að það verið svona ákveðin eiginlega bara hysteri aðeins í svona gangi sko, menn það var svona dálítið hægt að hlaupa undan sjálfum sér, tala um að þetta bjarga bönkum og svo framvegis. Svo líka verðum til að hafa því í huga að bankarnir eru þá stórir, þeir eru með mikið EIP. Bara til þess að skila eðlum hagnaði sem aðeins af EIP að þá náttúrulega verða tölvöldin dálítið stórar. Er umræðan þá búin að vera á villigötum eða er eitthvað sem þessir ársreikningar segja okkur ekki? Já, sko, það er náttúrulega þannig að niðursveiflan náttúrulega hér á Íslandi er náttúrulega ekki komin fram. Sjálf sem var fyrsti fjórðungur líka alveg ágætur. Og en rekstur bankanna gengur svo sem alveg þokkalega. Og þetta eru náttúrulega burðugar stofnanir þannig lagað og svo náttúrulega hafa líka hafið í hugað það sem við höfum fengið með útrásinir það að þeir eru náttúrulega að starfa í mörgum löndum og tekinn að koma hafði í það og jafnvel þó að það hafði gangið eitthvað niður í Íslandi þá náttúrulega höfum við líka tekið annars staðar. Ingólfur, þið náttúrulega viljið ekki tala þetta neitt niður eða láta þetta hljóma illa en megum þá að vona því að næsti ársfjórðungur er eitthvað verið eitthvað slíkt. Men niðursveiflan er hún ekki komin? Sko, árið í heilreyndar lítur alveg sæmilega vel út fyrir bankana, eins og við erum að minnsta kosti að sjá það í Glitni. Og ég held að umræðan hafi að vissu leyti verið á villigötum, að minnsta kosti eins og maður hefur síðan að birtast í erlendum fjölmiðlum. Mörgum hverjum að þá hefur svona dekkri myndin verið dregin upp. Og margir af þeim erlendu greiningaraðilum sem hingað að koma hafa birt mynd sem er svona talsveit fjarri þeim veruleika eins og við sjáum og ég held að þessu uppgjör sem við erum að sjá koma fram núna þau eru að staðfesta það sem við höfum verið að segja að rekstur þessara banka er tiltölulega traustur. Þeir eru búin að byggja upp eins og Ásgeir bendir inn á tiltölulega fjölbreytt viðskiptamódel sem er þannig að þegar í baksigringslega er á ákveðnum mörkum að þá eru við með aðra þætti í sinni starfsemi sem byður upp í hagnaði. Almenningur spyr sig, allir þessi hagnaður, af hverju fáum við ekki betri kjör? Þið þekki það. Er það vegna þess að þið aðskilið algjörlega liðina sem er í útlandum og síðan það sem er á Íslandi og það er ekki hægt að skila einhverja sem hagnaði inn í betri kjör til neytenda? Það er stór hluti af skýringunni. Ef maður tekur viðskiptabanka hluta starfseminnar hér heima og það sem snýr þá almenningi þar að þá er það tiltölulega lítill hluti af þeim hagnaði sem bankarnir eru að skila. Eru þið ekki að græða því? Það er einhver hagnaður af því en það er tiltölulega lítið af heildinni. Ásgeir, það er áberandi í þessum uppgjörum að það er gengishagnaður. Er það ekki alvarlegt mál að bankarnir sé að græða svona mikið á genginu og eru þá bankarnir ekki að hafa áhrif á krónuna? Þetta er náttúrulega tvær spurningar. Í fyrsta lagi þá er allir bankarnir til að gera það að þeir urðu að færa hluta þessin eigin fé yfir í erlenda mynt. Fyrir komin í erlenda starfsemi þá verður að fylgja eftir með því að færa eigin fé í erlenda mynt. Og þá sjálfkrafa náttúrulega færði gengishagnað. Seðlabanki Íslands fekk náttúrulega gengishagnað af sem gjaldeyrisforða, bara svo ég geti nefnt dæmi. En þetta er kannski sjálfsagt ekki hagnaði sem bankarnir eru aktíft að reyna að næla sér í með því að ganga gegn krónunni eða eitthvað slíkt. Þeir eru fyrst og fremst að verja sig gegn gengisáhöllum. Við höfum oft séð gengi gefa eftir mjög snögglega, síðast 2006, áður 2001 og þetta er bara, nauðsynlegt hluti af því að eyða áhættu í rekstri. En með þessari starfsemi og með því að vera að verja sig, eru þið þá ekki að hafa áhrif á gengi krónunnar? Varnarnar voru náttúrulega teknar á þeim tíma þegar það var mikið innflæði til landsins. Kaupþing til dæmis byrjaði á 2005 og þessar varnir voru keyptar á síðasta ári. Og þá var krónan þarna sterk og mikið innflæði inn í landið. Þessar varnir voru ekki byggðar upp þegar hún var að veikjast. Það liggur alveg fyrir. Og voru bankarnir þá ekki bara beinlega eins og nýta sér þetta? Að? Já, græða á falli krónunnar? Hann kannski ekki beinlega hann hugsunin þegar þessi stöður voru teknar en kannski aðalega það að koma vekk fyrir það að tapa miklu það mjög alvarlegt mál ef að bankastofnanir
ef það er eiginfjár hlutfall lækkar og það eru ákveðin lögbúðum mörk sem þau fylgja því, það er áhætta sem bankarnir getur bara ekki tekið. En nú myndu almenningur þá segja, er það ekki líka alvarlegt mál að við töpum á því að krónan falli? Jú, eðlilega. Þetta er verð sem að snertir nær alla þessu hagkerfi. Þess vegna er það náttúrulega slæmt þegar við horfum á svona mikið fall krónunar yfir mjög skamman tíma. Þarna hefur þið kannski haft upplýsingar áður en að krónan fellur sem almenningur hefur ekki og hann gat ekki varðið sig eins og bankarnir. Já, ég sjálfur sér eins og við greiningadeildirnar vorum að spá á þessum tíma, þá vorum við að reikna með því að krónan myndi gefa eftir og myndi lækka og við vorum að vara almenning við því í okkar spá. Þannig að hann satt alveg að sömu upplýsingum og aðrir í því. Þannig að það var ekkert svoleiðis. En þetta með, það er búið að tala mikið um að það sé skortur á lánsfé. Er ekki dálítil áhætta núna og áhyggjuefni að stýrivextir sem hafa ekki bitið hingað til, að þegar það er ekki hægt að fara fram hjá þeim með því að fá erlent fjármagn, að þá allt í einu farið að bíta allir í einu? Jú, það er ákveðið áhyggjuefni, sko. Og sjá bankarnir þó ekki fram á meiri vanskil hjá millistórum fyrirtækjum? Það er ákveðin hættið því, jú. Stýrivextir Seðlabankans sér núna 15,5% sem mjög hái vextir og það sjálfur sér erfitt að ætla að hugsa sér rekstur í þessu landi til langframa á þessum vöxtum, það liggur alveg fyrir. En það munið vantilega ekki standa lengi, leiðu verðbólgan gengur niður, þá hljótið þar að lækka. En þetta er, sko, hagkerfið gengur í bylgjum, uppsveiflur og niðursveiflur og það liggur ljóst fyrir að hagkerfið á leiðinni í niðursveiflur. Og er mjög líklegt að það verði mikil vanskil núna þar sem eftir við þessa áslutun, bæði hjá einstaklingum og litlum og millistórum fyrirtækjum? Það er að gera sér grein fyrir því. Langmesta skuldum í heimilan eru húsnæðislán. Sjálfur sér eru veðsetningar íslenskar heimila ekki svo mikil ef þú miðað við virði húsnæðisins. Og það er svo sem erfitt það að spá. Ég myndi sjálfur sér ekki gera endilega ráð fyrir því að það myndi gerast. Ein spurning sem langar að spyrja ykkur, ég spyr þig kannski vist einhver almenningur sem að taka lán núna. Af hverju bjóða bankarnir ekki erlend lán núna þegar það er mjög hagstætt fyrir almenning? Sjálfur sér eru þeir að bjóða lán í erlendi mynt núna en það er ekki þá sérstaklega góðum kjörum. Þeir eru tregari til? Já, þeir eru tregari til og það helgast bara af þeirri erlendu lánsfjárkrísu sem að þeir eru að horfa á. Sem að bara birtist hérna heima þá innlendri lánsfjárkrísu. Bankarnir eru bara hluta af þessum heimi og verður náttúrulega að bregðast í því hvernig ástandið á þessum mörkuðum er í augnablikinu. Og það er bara þannig að það er mjög erfitt að sækja sér erlend fé fyrir þessa banka og það endurspeglast þá í því hversu viljuð þeir eru að lána sínum kúnnum. Þakka ykkur kærlega fyrir komuna Báðir.